Ég vil nú bjóða hæstvirta ráðherra að gjöra svo vel og ávarpa gesti. Ágætu aðalfundar fulltrúar og góði gestir. Ég þakka ykkur kærlega fyrir að bjóða mér á aðalfundi hjá ykkur. Það er gott og ávallt mikilvægt að fá tækifæri til þess að hitta ykkur og eiga orðastað við ykkur. Því Öryrkjabandalagið eru gríðarlega stór samtök, heildarsamtök fatlaðs fólks og þeirra sem að eiga við einhverja örorku að stríða og tvímælalaust sterkt og mikilvægt afl í samfélaginu sem betur fer. Ég veit að á ykkur brennur margt og mörg málefni sem eru ykkur ofarlega í huga, ekki síður en mér. Og síðustu ár hafa verið mörgum erfið í samfélaginu margra hluta vegna. Margir hafa barist í bökkum fjárhagslega og átt erfitt með að ná endum saman. Kjaramál almennings hafa verið áberandi í umræðinu, einkum þeirra sem þurfa að mestu eða öllu leyti að treysta á velferðarkerfið afkomu sína, hvort sem það er í gegnum lífeyri almannatrygginga eða atvinnuleysisbætur, eins og því miður hefur orðið hlutskipti margra vegna erfiðs atvinnuástands. Ég ætla ekki að fegra stöðu mála eða segja fólki sem hefur áhyggjur af afkomu sinni að það hafi það býsna gott. Þannig er það ekki hjá öllum. Aftur á móti vil ég koma á framfæri að við sem erum að reyna að stýra þessu landi, ríkisstjórnin, höfum gert það sem við höfum getað til að reyna að verja stöðu þeirra sem eru tekjulægstir og þar með talið lífeyrisþegum. Ég ætla aðeins að fara yfir nokkrar tölur af því að það er nú erfitt stundum í þessu umhverfi sem við búum í að flokka í sundur hvað eru staðreyndir eða hvað eru upplýsingar eða hvað eru nálganir eða tölur sem að þjóna einhverjum öðrum hagsmunum heldur reyna að upplýsa hver staðan er. Þegar ég kom inn á Alþingi 2007 og gerðist formaður félags- og tryggingamálanefndar, þá sem nýr þingmaður, þá voru til dæmis lágmarksbætur lífeyrisþega 126.000 krónur. Það var það sem að fólki var boðið sem að trygging fyrir því að menn hefði að minnsta kosti það. Síðan hefur reglugerð lágmarksframfærslutryggingu sem hefur gagnast verulega þeim sem engar aðrar tekjur hafa en bætur eða lífeyri, henni hefur verið breytt. Núna í ársbyrjun 2012, ef það gengur eftir sem í fjárlagafrumvarpinu, þá fara þessar lágmarksbætur upp í 203.000 krónur. Það er svolítið hollt fyrir okkur að hugsa að þegar að verkalýðsleiðtogi á Akranesi lagði það fram fyrir 2 árum að það ætti að stefna að því að lágmarkslaun yrðu 200.000, þá sagði menn það er útilokað. Og þessi lágmarkslaun í dag 186.000, fara sennilega upp í 190.000, rétt rúmlega það eftir á næsta ári. Það hefur sem betur fer tekist að tryggja þessa lágmarksframfærslu, en það hefur kostað þá sem meira höfðu fyrir að leggja til þess að þetta næðist. Þar hefur við verið með ákveðin forgang, þar eins og allstaðar í endurreisninni eftir hrunið, að við höfum verið að reyna að tryggja það líka ásamt verkalýðshreyfingunni og ásamt félagasamtökum eins og Öryrkjabandalaginu að reyna að tryggja þessa afkomu eins og mögulegt lágmarksafkomuna. Lágmarkslaunin að hækka verulega. Þau hafa hækkað frá 2007 50% en lágmarksbæturnar yfir 60%. Þar með er ekki sagt að þetta sé nóg eða við séum búin að tryggja afkomu þeirra sem þurfa að lifa í samfélagi sem er mikið skuldsett, þar sem við erum að reyna að hreinsa til, þar sem við erum að reyna tökum á okkur mikla verðhækkanir vegna gengishrunsins og í erlendum kostnaðarhækkunum og framvegis. Þessi kaupmáttur hefur rýrnað 15%. En það er líka vert að hafa það í hug í þessu samhengi hvað er það sem að kostar fólk í samfélaginu mest. Við unnum að því á síðasta ári að reyna að búa til neysluviðmið og ennþá á eftir að klára það verkefni að því leyti að markmiðið hlýtur að vera að búa til einhverja grunnviðmiðum þar sem við bjóðum engum að vera undir þeim viðmiðum. Þetta verkefni heldur núna áfram og færist til umboðsmanns
skuldara sem er opinber stofnun sem að starfar þó sjálfstætt og ágæta hagsmuna fólks og við munum reyna að fylgja því eftir að finna þarna ákveðin viðmið. Það sem var fróðlegt í þessum skiptingum þegar við skoðuðum og þá tölum undanfarinna ára hvernig neyslan í samfélaginu þá kemur í ljós að skiptingin var töluvert öðruvísi heldur en ég hafði gert mig grein fyrir. Það er að segja að matarkostnaðurinn, hann var í kringum 21–2% af veltu hjá fólki og nú er ég að tala almennt fyrir hópinn í samfélaginu sem ákveðna neyslu. Þið getið sjálf mátað ykkar hóp inn í það sem að skiptingin er auðvitað öðruvísi. Næsti hlutin í þessari neyslu var síðan allavega nýja tæknin, síminn, netið, hluti sem að þar tengdust, fjölmiðlarnir allir og ef við lítið tilbaka og þetta við öll sem erum minnst komin á minnaldur eða eitthvað nálægt 10, svona 10 plus mínus, að þið muni eftir því hvað þetta hefur breyst gríðarlega mikið. Þetta eru nýjir kostnaðarlegir. Ríkið rekur ekkert af þessu nema ríkisútvarpið þessu. Og það er hollt að veltaði fyrir sér þegar við erum að meta kostnað, hvar getum við náð að breyta kostnaðinum annar staðar heldur en í grunnþáttunum. Það sé að við þurfum að tryggja matinn, við þurfum að tryggja húsnæði og þar hefur náttúrulega sýnt sig að húsfélagi eins og hér hjá Brynju hefur gegnt gríðarlega miklu hlutverki en kannski framboðið ekki nóg. Við verðum að koma og erum að vinna því að breyta þessu þannig að það verði hér öflugur leigumarkaður þannig að fólk þurfi ekki að leggja allt sitt undir í skuldsetningu til þess að geta komið þaki yfir höfuðið. Þar kemur í ljós í þessari neyslukönnun og sem er næri við lengri tíma að húsnæðið er svona 25–30% af þessari heildarneyslu. Síðasti hlutin er bíllinn og flutningar. Það er hærra heldur en maturinn. Það er hærra heldur en húsnæðiskostnaðurinn. Ef við tökum meðaltalið. Nú er meðaltal alltaf vont eða miðgildi eins og það heitir nú. Ég vek athygli á þessu hér vegna þess að þegar við erum að ræða kjör þá þurfum við bæði að ræða hvernig við getum hækkað lífeyri en við þurfum líka að ræða hvernig getum við lækkað kostnað. Því að hvort ekki að gagnast þeim sem þurfa að lifa af þeim sem að þeir fá í sinn vasa. Ég hef verið óþreytandi að segja það við íslensku þjóðina og mér finnst það að vera ákveðin firring í gangi að þegar við erum að skoða neyslun okkar fyrir hrun þá er þetta í rauninni þannig að mikið af þeirri neyslu byggðist á skuldsetningu þjóðarinnar. Það var aldrei framleitt fyrir þessu. Við vorum með Kárahnjúkana, við byggðum húsnæði fyrir 400 milljarða til viðbótar árunum 2004–2007 og íslensku heimilin og einstaklingarnir skuldsettu sig fyrir 2000 miljardum. Þetta eru svo háa tölur og þetta eru hálf önnur landsframleiðsla. Þetta er 5 ára eða 4 ára velta ríkissjóðs sem bara á 4 árum voru skuldir sem að menn tók á sig sem einstaklingar. Og þá er ég ekki að tala útrásavíkingana eða neitt af þeim hluta samfélagsins. Þessi lántaka öll bjóð til heilmikla veltu, bjóð til heilmikla peningum sem að ríkissjóður fékk allavega sköttum. Við ætlum ekki að endurreisa þetta. Við ætlum ekki að búa til þetta umhverf aftur. Við verðum að byggja núna á framleiðslu og því að það séu peningar sem eru raunverulega til staðar. Þess vegna hef ég sagt að Íslands samfélag verður að gjöra svo vel sætta sig við það tímabundið aðalega sig 20–25% lækkun en síðan eftir þegar að upp er staðið og þegar við erum búin að fá hjólinn í gang að fullu að þá munum við búa við 10% lakari kjör eða voru þá. Mér finnst að menn vera aðeins að horfa í þennan veruleika og þá er ég að tala næstu 5 árin. Við erum ekki að horfa mikið lengra vegna þess að síðan verðum við að nýta okkur þann mannafla sem bættist við í íslensku samfélagi. Hér flutt inn 20.000 manns sem að komi hér inn á þessum 4 árum og eru hér ennþá. Að við erum að nýta þann mannauð til þess að nota það í framleiðsluna fyrir íslenskt samfélag til lengri tíma. Og þegar við skoðum svo, ég sagt að við mistum 10–15% tekjunum, við mistum líka 10–15% í vaxtakostnað sem ekki var inn í hjá ríkissjóði áður, einfaldlega vegna þess að við erum að endur fjármagna Seðlabankann, við erum að endur fjármagna ákveðna hluti sem að þau hrunið í samfélaginu pluss að við erum að taka okkur halla á rekstri ríkissjóðs og höfum verið að gera það þar til í ár, þar sem við erum að snúa því yfir í að tekjurnar að byrja að duga fyrir útgjöldum. Þetta er auðvitað ekki leyst með því að öryrkjabandalagið eða skjólstæðingar öryrkja borgi þetta. Það verður samfélagi að gera í heild og ég var að ræða við hér á borðin áðan. Það sem er svo erfitt í umræðin er það að þeir sem að áttu mest eiga ennþá stór eignir
standa gríðarlega vel. Þeir eru jafnvel háværastir í vörninni gegn breytingum á samfélaginu. Við munum ekki auka jöfnuð í samfélaginu öðruvísi að þessir aðrar leggja miklu meira til. Og það það sem við erum að reyna að gera. Og þegar að menn eru að hrópa yfir háu sköttum og vitna svo í norræna velferðarmódelið, þá er einn af aðalpunktunum í norræna velferðarmódelinu eru háir skattar og mikil samneysla. Og þeir sem eru skjólstæðingar lífeyrissjóðanna, lífeyristryggingana, þeir sem þurfa á því að halda, þeir verða að koma í þessa vörn með okkur. Að við getum styrkt þennan þátt, það verður á kostnað þeirra sem meira eiga og þannig verður samfélagið verið endurstilt. Það er eitt af því forvitnilegasta sem ég hef upplifað núna í kringum það að fara út sem ráðherra og heimsækja kollega minn í Evrópu og ekki hvað síst á Norðurlöndunum. Það er að allir, hvar sem þeir standi í stjórnmálum, eru farnir að viðurkenna að misréttið sem jókst í góðærinu, þegar allir þóttustur að fá meira, þá ókst ójöfnuðurinn og misréttið. Og ef við notum ekki tækifæri núna þegar við endurstillum til þess að minnka þetta misrétti, til þess að koma okkur aftur í það samfélag sem við viljum hafa, það sem allir geta búið við réttlæti og reisn, þá veit ég ekki hvenar. Þess vegna bið ég alla þá sem hér og þá sem að fjalla þetta, reynum að greina í sundur hverjir að verja sína sérhagsmuni og hverjir í raunveruleikanum að verja sín grunnkjör. Ég vil vera þeim megin sem við erum að verja grunnkjörin. Það kostar átök við margt sem við þurfum að stokka upp, margt sem við þurfum að skera niður og breyta til þess að við höfum efni á þessu. Það þýðir ekki að við getum náða að endurreisa allt það sem að var áður, en það sumt að því sem við vorum að gera bara til dæmis 2007, mátti alveg fara út aftur. Þar settum við til dæmis inn frítekjumark á allar tekjur eldri en 70 ára. Alveg óháð því hvort menn voru bankastjórar, á eftirlaunum upp á 3-4 milljónir, eða fólk sem að með sáralitla tekjur. Við þurfum auðvitað á þessum tekjum að halda þegar að menn eru með fulla tekjur og þessu hefur verið breytt núna, bitna á mörgum, bæði ellilífeyrisþegum og öryrkjum, en við höfum reynt að verja neðri endan og tryggja hans í lagi. Það er líka mjög forvitnilegt sem að ég ekki vissum að þið hafa átt á ykkur á næsta ári, að því að hér stendur velferðarráðherra, þá er hækkuð framlög til heilbrigðismála. Vissuð þið það? Hafi ekki aðalega heyrt niðurskurð. Það eru hækkuð framlög. En ég ætla að viðurkenna það hreinskilnilega. Þau eru ekki að hækka þess að ég vildi hækka þau. Þau eru að hækka á sérgreinalæknum, þau eru að hækka á lyfjakostnaði, þau eru að hækka á aðgerðum erlendis vegna gengishrunsins. Það sem við hækkum það 2,5 til 3 milljarða, þá skerum við niður inn á heilbrigðisstofnununum fyrir 1 til 1,8. Og þetta er auðvitað áhyggjuefni að við þurfum að breyta áherslunum í því kerfi, við þurfum að ná tökum á því að við veitum þjónustuna á því stigi þar sem að þjónustan þarf að vera veitt. Og ég vil biðja ykkur að fylgjast með því hvernig við reynum að breyta því, það verður ekki gert á einu ári. Þetta er líka á þess ári, þá er verið að bæta núna í fjáraukalögin 2,5 milljarða til að rétta upp kostnaðinn. Það gerist raunar líka inn í lífeyriskerfin, vegna sem við erum að bæta þar inn núna 4 til 6 milljörðum vegna leiðréttinga þar sem hefur komið ljós að tekjur hafa hruni hjá mörgum, sérstaklega fjármagnstekjur og tekjur á hlutafé og öðru slíku. Og það er bætt þá á fullu með hækkunum á lífeyri inn í púlíuna. Þess vegna er það forvitnilegt að skoða, þegar maður skoða reikninga, við vorum að láta skoða núna 2006 til 2012 á raunverði, þar að segja sama verðlag. Notum samneysluvísitölu, þá hafa bætur almannatrygginga, það er að segja bara bætur almannatrygginga því að það er svolítið erfitt að stundum eru menn að nota bætunar almennt, þá eru atvinnuleysistryggingarnir inni. Það er þá náttúrulega miklu herra. Það er að hækka 13% að raungildi. Og ef við tökum einstaka þætti í heilbrigðiskerfinu, þá er nánast allstaðar aukning frá 2006 að raungildi. En það breytir ekki því að það er margt sem að þarf að þrengja að og það er það sem við erum að reyna að glíma við að stilla rétt saman þannig að við höfum forgangin á því sem er megin verkefni okkar, það er fólki sjálft, það er sjúklingurinn og svo starfsfólki og þeirri sem þjónusta viðkomandi málaflokka hvort þeir í velferðarmálunum eða heilbrigðismálunum. En það er auðvitað margt búið að gerast líka eins og kom hér fram í innganginum, það hefur orðið gríðarleg breyting í málaflokkum eins og málefnum fatlaðs fólks. Það var auðvitað
mikið spor stigið þegar við færðum þennan málaflokku yfir til sveitarfélaga. Auðvitað sýnist sitt hverjum, en hafandi reynsla við yfirfærslu á öðrum málaflokkum, að þá held ég að sé óta fullyrða að þjónustan mun batna til strax og til lengri tíma. Það ánægjulega gerðist að þegar að þetta var ákveðið og þegar að verið var að vinna málið, þá var bent á það réttilega hér hjá Þroskahjálp í gærkvöldi að þá kom að vísu skýrsla Ríkisendurskoðunar líka til hjálpar. Þá fór Félags- og tryggingamálanefnd Alþingis samhljóða, allir stjórnmálaflokkar sem áttu þar fulltrúa, fór í það að bæta inn í kröfurnar. Þrátt fyrir að vera komið samkomulag milli sveitarfélaga og ríkisvaldsins, þá komu menn inn með viðbótar kröfur. Og þær hafa orðið auðvitað mjög til bóta, margt af því, meðal annars getum við tekið eins og réttindagæslan, eða það kerfi allt saman sem var elt mjög mikið. Það verið að vinna að eftirlitskerfinu í heild og réttarstöðunni. Það verið að vinna innleiðingu, eða raunar verið að gera núna framkvæmda áætlun í málefnum fatlaðs fólk, það sem reyndir að fara yfir alla helstu þætti og þá erum við að tala þau áttum að vera búin að skila því núna og erum að reyna með að við það skila því fyrir jól, þá að taka nánast á öllum þáttum, setja stefnumótun fyrir málaflokkin og reyna að horfa til framtíðar. Allt þetta gríðarlega mikilvægt. Við höfum auðvitað verið að vinna ýmsum smærri atriðum, ég ætla ekki eyða tímanum í að fara yfir það því þekkið þetta manna best, en það ástæða samt til þess að reyna að halda því til haga. Við erum að endurskoða almannatryggingakerfið í heild, þar hefur verið satt starfshópur sem skipaður öllum hagsmunaaðilum að reyna að fara yfir þá þætti. Þar hefur valdið ákveðnum misskilningi að menn hafa sett sér það að vinna út frá 0 á grunni, eins og kallað þar að setja ekki peninga inn í málið á meðan að verður að vinna breytinguna. Ég hef nú svolítið sök á því því að ég hafði sambandi við Árna Gunnarsson þegar við vorum að ræða þetta í byrjun. Þá var spurningin þegar menn byrja að spyrja hvað má ég bæta miklu í málaflokkin þegar ég að stilla þetta af aftur. Þá hef ég sagt við skulum ekki byrja á því, vegna þess að ef við ætlum að fara að byrja á því að breyta með því að segja við höfum náum í þetta mikinn pening, við bætum þetta miklu starfsfólki, þá þetta engin vandi. Og svo getum við skammað stjórnvöld fyrir að standa ekki við það. Við gerum kerfisbreytingun á þess að hafa peningan inn í því og síðan bætum við peningunum inn á eftir. Og þannig verið að vinna þetta mál, að reyna að sjá, að einfalda kerfið, hafa sameiginlega bætur, reyna að hindra tekjuskerðingarnar og þar má auðvitað taka fram líka, við náðum þeim áfanga í samstarfi við lífeyrissjóðina og erum að leggja til dæmis inn á næsta ári 300–400 milljónir til þess að tryggja það geti orðið að við skuldbundum okkur til þess að skerða ekki með þessum frægu víxlverkunum á bótum. Það að segja ef að lífeyrissjóðnir treysta sér til þess að hækka lífeyri þá skerðum við ekki á móti því. Þannig hefur þetta verið undanfarin ára að leið og lífeyrissjóðnir hækkuðu þá skertu tryggingarnar og að því að tryggingarnar skertu þá voru menn að víxla þarna fram og tilbaka og fólk skildi hvorki upp niður í hvað var að gerast. Við erum búin að skuldbinda okkur til þess að þetta verði ekki og búið að setja lög það. Þannig að það breyting sem kemur inn á næsta ári og skiptir miklu máli fyrir sérstaklega örorkulífeyrisþega. Nú, ég hefði getað farið hér yfir fleiri mál. Við erum búin að setja 2 reglugerðir, annars vegar þjónustu við fatlað fólk á heimilum og hins vegar reglugerð eins og ég sagði trúnaðarmennina sem síðan fór inn í réttargæslufrumvarpið. Við erum að vinna núna með lokastigi frumvarp aðgerðir gegn beitingu nauðungar við fatlað fólk og stefnt að því að leggja það fram á Alþingi á næstu vikum. Við erum með hóp sem að vinna að framtíðarskipulagi atvinnumála fatlaðs fólks sem kemur í framhaldi af yfirfærslunni og það stefnt að sá hópur ljúki núna störfum fyrir næstu áramót. Við höfum verið að vinna að gerð 3 svokallara leiðbeinandi regla sem að ráðherra heimilt að setja samkvæmt lögunum. Í fyrsta lagi reglur stuðningsfjölskyldur, í öðru lagi reglur vegna náms- og tækjakaupa og loks reglur ferðaþjónustu, en þessar reglur eru nú í umsagnarferli og vonandi fæja þær til staðfestingar fljótlega. Nú við erum með verkefnisstjórn notendastýrða persónulega aðstoð. Sú nefnd hefur verið að störfum undir stjórn Guðmundar Steingrímssonar frá því í maí á þessu ári og stefnir að því að leggja fram stöðuskýrslu í næsta mánuði ásamt leiðbeiningum til sveitarfélaga meðferð umsókna þessa þjónustu. Nú síðan eru fulltrúar 5 ráðuneyta sem hafa unnið að verkefni sem tengjast fullgildingu samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks og áætlað að þeirri vinnu ljúki næsta vor. Þar auðvitað að ræða mjög stórt réttlætismál sem að skiptir máli og að við tökum þennan alþjóðasamning alvarlega og gerum allt til þess að reyna að fylgja eftir þeim fyrirheitum og loforðum sem þar eru gefin. Nú ég hef stiklað hér á stóru og aðeins fókuserað á samfélagið í heild að því mér finnst það skipta miklu máli
Við erum að endurreisa íslenskt samfélag, eitt af bestu samfélögum heims, eitt af þeim samfélögum sem eru með hvað mestar tekjur í heiminum, þrátt fyrir hrunið. Við erum með samfélag sem af Newsweek valið sem besta land í heimi fyrir konur. Við erum búin að fá viðurkenningu fyrir það að vera það land sem með hvað mest jafnrétti þá út frá stöðu kynjanna. Við erum með útnefningu fyrir það að vera það land þar sem best að vera barn. Og við eigum ekkert að láta af þeim kröfum sem við gerum. En það gerum við ekki nema með því að ná fram jöfnuði í samfélaginu, virðingu fyrir öllum sjónarmiðum, fyrir öllu því litrófi sem í samfélaginu og samstillt og átaki okkar allra. Þið hafið gríðarlega mikið hlutverk. Ég hef sagt að hreyfingar eins og Örorkubandalagið og önnur sambærileg samtök sem vinna mjög náið með okkur stjórnvöldum en eru líka samvisk okkar og aðili til þess að áminna okkur, til þess að ýta okkur inn á sporið, til þess að beina okkur rétta leið, til þess að gagnrýna okkur hart. Það hlutverk ykkar. Þannig vil ég að hafa Öryrkjabandalagið með sanngirni og réttlæti eins og þau hafa sem aðalbaráttumál en engu að hlífa þegar við stöndum okkur ekki. Megið eiga góðan aðalfund og gott starf áfram sem hingað til. Ég fylgist með ykkur og nýt þess að fá að vera í samstarfi við ykkur og þannig vona ég að við getum þokað málum áfram við þær aðstæður sem við búum við, samfélaginu öllu til heilla.